mér finnst augljóst að stjórnvöld mistu gjörsamlegu böndunum kostnaðin við þetta og þá erum við aðalega að tala hælisleitendur sem er bara, þú veist, og það eitt skilur einhvern veginn að munurinn á einstaklingi sem kemur til Íslands og að biðja eitthvað frá ríkinu eða einstaklingi sem kemur til Íslands og ekki að fá neitt frá ríkinu en vill bara fá að vera þegnið og vill fá að vinna og vera þáttakandi. Mér strax að við höfum að gera mikinn greinum þarna á milli. Við erum ekki ósammála það. Og fyrri flokkurinn, bara kostnaðurinn við málaflokkin fóru 500 milljónum upp í 50 eitthvað milljarða á nokkrum árum. Við höfum bara ekkert efni. Við erum búin að eyða of mörgum milljörðum í þennan málaflokk fyrir næstu 20 ár. Þannig að það nú bara skrúa fyrir og við getum ekki meir. En svo hitt sem er svona, ég dálítið þeirra skoðunar því ég ferðast mikið og mér finnst gott að fólk geti fengið tækifæri í öðrum löndum og þá það bara spurning, ef þú kemur hingað í þeim tilgangi, ertu tilbúin til þess að aðlagast gildunum okkar og ertu tilbúin til þess að læra tungumálið? Því ég einhvern veginn, ég ekki, og þar ég kannski eitthvað aðeins ósammála þér og Snorra Másinn og fleirum sem svona einhvern veginn þess svona ríkhaldi eitthvað, Íslendingur. Hvað að vera Íslendingur? Skilur, ég með brún augu, ég veit ekki alveg, var langaði minn einhvers staðar í Portúgal, ég veit það ekki, skilur. Og það aftur eins og í Bandaríkjunum, skilur, hvað að vera Bandaríkin? Bandaríkin ekki nema 200 og eitthvað ára gamalt land, þetta allt innflytjendur. Skilur, þannig að meira bara við erum að búa til samfélagina saman. Við ætlum ekki að sætta okkur við og bara það þarf að segja það bara, þetta dálítið oft múslimar sem bara eru með einhverja allt aðrar hugmyndur það hvernig við komum fram við konur og bara einhverju svona grundvalla gildi sem bara nei, við erum ekki þar sko. Þið getið ekki verið ef þið ætlið ekki að vera sammála okkur þetta því þetta eru grunngildin okkar. Vestræn ríki eru byggð upp á þeim gildum sem eru algjörlega þveröfug við það sem þekkist í heimi Íslam og þess vegna Því spurningin alltaf, ef þú myndir ætla að fara bara að loka Íslandi fyrir innflytjendum, þú veist, þá koma með því alls konar ókostir líka. Sko. En nota bene, ég geti ekki séð það fyrir mér að loka, þannig að innflytjendur geti ekki komið inn, en ég að segja að keyra fólksfjölgun á Íslandi áfram á innflytjendum, finnst mér ekki vera góð hugmynd. En ef þú ætlar að vera, þú veist, svona frjálslyndur maður, jafnvel hrifin af kapítalísku kerfi, Hvar ætlar að fara að setja línunum það hvar ríkið á að draga línunum að einhver megi ekki kominga til að vinna Ég að segja að við ættum að ekki að vera elta þennan hávöxt það mikið að við þurfum að flytja inn vinnuafl í massavís þú veist, heldur það sé alveg frjálst að fólk vil koma og hefur sérstakann áhuga á að vera í þessum skýta kulda og taka þátt í þjóðfélaginu og læra íslensku og svona, þá er þetta alveg velkomin en við höfum ekki að byggja upp hagkerfi okkar á því að við þurfum nauðsynlega að flytja inn í massavís vinnandi Ég er endar sammála því Ég bara velti fyrir mér ef við værum, ég veit ekki með þessar tölur segjum bara árið 2010 hafi verið 320.000 Íslendingar á Íslandi ef það hefði þróast þannig að 10 árum síðar árið 2020 þá væru Íslendingar orðin 290.000 okkur hefði fækkað 30.000 bara af því að fæðingartíðnin droppaði væri það endilega algjörlega hræðilegt það væri bara skrítin veruleiki nú er okkur Íslendingum að fækka og það er sjálfur sér ekki gott en það er staðreyndin en ekki vera konur upp í 400.000 af því að við fengum 80.000 útlendinga ef okkur hefur fækkað 320 niður í 290.000 þá værum við ekki að glíma við það að íbúðaverð sé búið að fara í margfeldisvexti íbúðir sem kostuðu 4 milljónir árið 2000 kosta núna 95 milljónir. Nei, en aftur, þá kemur þessi spurning. Ef það væri fjölgingað, það að kominga fólk sem er ekki að fá neitt frá ríkinu og er bara að vinna og er að borga skatta. Þá á okkur að geta fjölgað úr 290.000 upp í 400.000 og kerfin vaksa með og verða jafnvel betri fyrir hvern og einn af því það að koma meirinn í kassan. Það er eitthvað skekkja í kerfinu og eina af þeim skekkjum það hafa allt og margir verið að kominga til þess að setjast upp á kerfið. Við höfum ekkert efni á því. Og þar er ég alveg sammála, þar er ég bara almennt á því að afskipti ríkið á sem mest að láta okkur í friði en þá á móti ætla ég heldur ekki að vera heimt eitthvað frá ríkinu. Akkurat. Þannig að mér finnst einhvern veginn að það að þú komir hingað og er alltaf að fá allt frá hinu opinbera á Íslandi, það er þú veist, jú, í einhverjum algjörum undantekningatilvikum getum við tekið einhvern mjög takmarkaðan fjölda af hælisleitendum en mjög takmarkaðan. Sérstaklega á meðan að við erum bara í þeirri stöðu að grunnkerfin okkar hálf hætt að virka. Þá þurfum við að vera á ákveðinni bremsu á meðan,
Ég myndi segja að það sé bara hæfilegt að Ísland myndi taka á móti 50 hælisleitendum á 5 ára fresti. Bara, þú veist, ég alveg talað. Já. En ég veltað fyrir mig, sko, þú veist, auðvitað þessi píramidi, aldurspíramidin, ef að, sko, öldruðum fjölga bara og þeim fækkar sem að eru vinnandi hendur, þetta mjög erfitt mál. En ég velti því samt fyrir mér, sko, ef að, því að á endanum þá deyja þessir öldruðu náttúrulega, það bara gangur lífsins. En það þú veist, ef að við höfum farið úr fólksfjölda 320.000 niður í 290.000, þá sérðu hvað þrýstingurinn af húsnæðiskerfinu sko losnar rosalega og við værum eflaust bara að horfa á verðhjöðnun í íbúðaverði og húsnæði það sem að En af hverju segjum sér svo að þú veist okkur sé að fjölga af fólki sem innan gæsalappa net benefit af hverju þarf þá fasteign að verða að hækka? En það náttúrulega bara við þurfum alltaf að vera að byggja meira og meira því að það kemur svo mikil þrýstingur, það er alltaf meira og meira fólk en það er líka meiri peningur að koma til að byggja. Já, en ég velti fyrir mig, sko, ef þetta væri svona, það myndi vera svona, bara verðhjöðnun á húsnæði og fólk geti actually farið að lifa lífinu þannig að það væri ekki, þú veist, endalaust í þessu hamstrahjóli og þá getum við farið að fjölga okkur, sér til, þú veist, ef við myndum búa við það bara að allir getur fengið húsnæði á bara mannsæmandi verði að ég held að það sé alveg frumskilir fyrir að við förum að fjölga okkur þess að það þarf að laga þennan balans einhvern veginn að við séum ekki að auka hagvöxtin og þrýstingin á það svo mikið að við náum ekki að fjölga okkur. Ég alveg með þér þarna en að samanskapið myndi segja það ekki náttúrulögmál að út af því okkur fjölgi þá sé allt í hennu sko segjum bara sem svo, nú er ég bara að taka eitthvað dæmið út á rassinum að mér, en segjum bara sem svo að fyrir 15 árum hafi ég að meðaltalið þurft að bíða í 3 klukkutíma þegar ég fór á bráðamóttökuna og 1 viku ef mér vantaði tíma heimilislækni, en í dag þarf ég að jafna að bíða 8 klukkutíma frá bráðamóttökuna og það er 3 mánaða að bíða eftir heimilislækni. Það var ekki náttúrulegumál að þetta gerðist bara því okkur fjölgaði, af því ef okkur er að fjölga á réttan hátt þá eru meiri þá eigum við bara og þá eigum við að geta bætt kerfin að minnstakosti jafnrætt, skilur þannig að það er eitthvað rosalega skekkja í því líku, þarna finnst mér stjórnmálamenn en reyndar, svo getur verið að tímabundi þurfum við að kippa í einhverja bremsu og meðan við erum að leiðrétta eitthvað en þarna finnst mér bara við tölum bara svona stóru myndina, þú veist að þetta er þessi vók stemning, það sem að stjórnmálamenn trekki öllum flokkum fóru bara alltaf í að taka auðveldustu ákvörðunin að þess að vera ekki óvinsælir og eitt af því var kostnaðurinn við innflytjendamálinn fyrir 500 milljónum upp í 50 milljarða og það eru fleiri svona dæmin í kerfinu það sem er bara svona, gerum bara það sem er þægilegast í dag þannig að við fáum ekki neina neikvæðin á okkur það eru alvarlegar afleiðingar af því þegar allir stjórnmálamenn og það er svona, þú veist, brá mér pínu eins og þegar ég var með Diljá mist hjá mér að því við erum sammálum mjög margt og mér finnst hún vera svona einhvern veginn spot on í mörgum hlutum en þegar við fórum að ræða stríðið í Úkraínu og Rússlandi það bara það eru bara allir stjórnmálamenn á því að það eiga að dæla peningum í þetta stríð og þetta er bara svona hvað er það að meina? Ég meiri sér að spurða hana ef að þú værir móðir í Úkraínu og það væri verið að senda strákiðin í þetta stríð bara við erum búin að fara til Úkraínu og þeir segjast bara vilja berjast fyrir nei, þú myndir ekki vilja senda strákiðin út í opinn dauðan, glemdu hugmyndinni sko.